Hérna erum við með samfasa rafala fyrir jafnstraumskerfi. Af hverju heitir þetta samfasa rafalar? Jú, því að við erum með pólhjól, það sem að skiptist alltaf norður og suður pól og tíðnin út frá þessum rafala væri alveg í samræmi við snúningshraða. En við gerum ekkert með þessa tíðni, við erum ekkert að vinna út frá henni eða neitt slíkt. Því að við ætlum bara að framleiða jafnstraum með þessum rafala. Hérna sjáum við pólhjólið í alternatornum. Það er bara risastór spóla, fullt af vír, það er vindingar hérna inn í þessu og þeir tengjast út á þessar tvo endarnir frá spólunni tengjast út á plús og mínus sleiturhringi. Og síðan segulpólarnir, þeir koma hérna saman þannig að það myndast til dæmis hérna hægra megin, eða getur sagt að hægra megin myndist norðurpóll og þá skiptist alltaf á þessari hvað getum við kallað þetta, þessu stykki sem kemur inn á miðjuna. Það er, já, tennur kannski, já. Þá er alltaf norðurpóll á öllum þessum tennum hérna hægra megin en suðurpóll á hinum tennunum hérna vinstra megin. Þegar það kemur saman og snýst fyrir innan sátrið inn í alternatornum. Sjáum þetta betur hérna. Sátrið væri fært hérna yfir pólhjólið og þá myndi spana upp spennu sem sagt í sátriðinu. Já, það var alltaf öðruvísi sko. Það voru bara alveg sér vindingur fyrir hvern rafsegul sko, en hérna er þetta öðruvísi, hér er bara einn rafsegul en þetta grípur svona þetta er bara öðruvísi og einfaldari framleiðslu máti á pólhjólinu fyrir alternatorinn. Þetta snýst hérna á fullu, já. Kolin, þau tengjast hérna við sleiturhringina, þessar tvo hérna og við þurfum alltaf að vera með einhvern straum frá einhverju rafkerfi og rafgeimi til þess að þetta haldi áfram að framleiða. Því að við þurfum segulmagna straum inn á pólhjólið svo að rafalinn framleiðir. Hvernig er þetta annars? Við höfum, sjáðu hérna myndina fyrir neðan, sáturvöfin, þessi þryggjafasa sáturvöf sem eru hérna í þessu númer 5, þessum hring hérna sem er í húsinu, fast í húsinu, þau tengjast inn á þessar díóður. Hvað eru margar díóður hérna í brúnni? Já, alveg eins og við vorum með áðan. Alltaf við erum með þryggjafasa rafmagn, þá þurfum við 6 díóður. Þá erum við að nota 6 díóður til þess að breyta þryggjafasa riðstraum í hvað? Jafnstraum, plús og mínus, inn á rafgeimi. Svo að við þurfum að hafa hérna díóðurnar, það er myndin af díóðunum er hér, það er í öðru lokinu, hérna getum við sagt að, já, það eru hérna fyrir innan. Hér fyrir innan eru díóðurnar, hérna hægra megin og myndin af þeim er það hérna. Hérna eru 6 díóður og skiptast alltaf á hérna. Það er rauninni, það er eitt stykki sem að plúsin safnast á og annað stykki fyrir mínusi. Og þannig tengjum við út frá alternatornum út á rafgeimin eins og við sjáum hérna. Frá plús inn á rafgeimin hér. Hafið þið skipt díóður í svona alternator? Nei. Ég þarf að sýna ykkur þennan grip. Ég held ég. Já, það er gott. Og til þess að hleðsluspennan sé eðlileg þá við erum ekki með hérna sýnt spennuregli. Það þarf náttúrulega líka spennuregli við þennan rafa. Hann stjórnar straumnum inn á pólhjólið. Hérna. Það þarf að vera réttur straumur til þess að fá hæfilega mikið segulmagn hérna svo að við séum með spennu, hleðsluspenna fyrir
rafgeymi er þetta ekki það bil 13,8 volt í svona meðal bíl. Já. Svo að fara ekki að sjóða á rafgeyminum, þá megum við ekki vera með mikið hærri spennu heldur en 13,8 volt á svona meðal stórum rafgeymi. Akkurat. Og þess vegna þarf spennuregli fyrir þetta. En vitið þið hvað þessi spennureglir var kallaður í gamla daga? Vitið þið hvað þessi spennureglir var kallaður í gamla daga? Það var kallað cut-out. Já, cut-out. En þá held ég að nema sé einhverjar spurningar varðandi þetta, þá held ég að við látum þessari umfjöllun lokið. En hérna, þannig að vissu þið að þið væruð með 3 fasa rafala í bílnum hjá okkur? Nei. Ekki fyrir núna. Merkilegt, ná. Svo bara breytið þið strax með 6 díðum þessu 3 fasa riðstraum í jafnstraum. En þið eru líka með talsvert háa tíðni hérna. Og hún er alltaf síbreytileg eftir því hvað bíllinn er með snúðsá. Ok. Heyrðu, þá látum við þessari umfjöllun lokið alternatorinn.